Já, kæru áhorfendur, velkomin á Reykjavík leikana í Klifri 2006. Við erum að fara að fylgjast með hérna úrslitum í U15 kvenna og ég heiti Laufey Rún Þorsteinsdóttir, með mér er Katla Lind Jónsdóttir og við verðum með ykkur hérna í smá stund. Við erum að fylgjast með 6 keppendum og við sjáum hérna á skjánum fyrir framan okkur leiðir 1 og örlítið í leið 2 og hérna keppendur, þið sjá að byrjunin er mest þarna með 4 teipum og svo byrjun og þessi 4 teip þau eru startið og það er 1 teip fyrir hvern útlim, 2 fyrir hendur og 2 fyrir fætur og þau þurfa að byrja þarna í stöðu áður en þau klifra af stað. Hvað tekur svo við? Já, svo til að ná miðjunni þá er ekki nóg bara að snerta miðjugripi heldur verður keppandinn að nota gripi til að fá stigið og toppinn þarf að vera með báðar hendur á til að fá hann og vera öruggur í toppnum. Akkurat. Og miðjan er 10 stig og toppurinn 25 stig en fyrir hverja tilraun sem að keppandinn nær ekki stiginu þá dregst frá 0,1. Þannig að segjum að Katla myndi ná miðju í 3. tilraun, það væri búið að draga frá 0,2 og hún fengi 9,8. Já, og svo hafa keppendur 4 mínútur til að klifra og með að taka þess margar tilraunir og þau vilja innan þessar 4 mínútna og svo koma 15 sekundur þar sem þau hlaupa bara af dýnunni og svo fara næstu 4 mínútur á stað og þá er sá keppandi sem var að klifra í pásu og annar keppandi kemur á vegginn og svona rúllar þetta áfram. Þannig að keppandi klifra eina leið, taka síðan pásu, klifra svo leið nr. 2, taka svo aftur pásu og þannig gengur þetta áfram. Þannig að til að byrja með þá verðum við með bara 1 keppanda einu og svo bætist í á vegginn eftir því sem áleiðir umferðina. Við vorum áðan að fylgjast með karla umferðinni. Já, og það var ótrúlega spennandi, það var mjög jafnt hérna á milli leiða. Já, og það var svona, við sáum hver var að fara að vinna, Gunnar Þór vann þar í karla umferðinni, en það var ekki augljóst hverjir voru í öðru, 3. eða 4. sæti. Við vorum ekki alveg vissa hvernig það myndi fara. Já, þannig var spennandi að sjá hvernig stelpunum gengur. Akkurat, og þetta er 4. flokkurinn sem keppir hérna í dag og það er búin að vera sömu leiðirnar í allan dag en það er búin að vera breytingar á leiðunum. Þannig að þetta er svona nokkurn veginn sömu hreyfingarnar alltaf í leiðunum en það er kannski búið að vera breytingar á gripunum. Þannig að núna til dæmis eru sum grip betri heldur voru í karlaumferðinni og auðvitað eru leiðirnar mikið auðveldari heldur en í U17 þar sem eldri krakkar voru að keppa í morgun. Já, og búið að stytta svona vegalengdina á milli þeirra, þannig að ná á milli. Já, ná á milli, stundum betri grip og búið að aðlaga þetta að erfiðleikastiginu sem er við hæfi fyrir flokkinn. En svo er líka alveg erfitt að við erum komin hérna í stóran flottan sal, það er bein YouTube-útsending og fólk er kannski smá stressað þannig að það getur líka alveg spilað inn í. Þannig við vonum að þeir nái að standa sig vel án þess að þetta fari eitthvað að taka á taugarnar sko. En við erum að fara að fá fyrsta keppanda inn á dýnuna og sjáum hann þarna, það er hún Talía og hún fer þarna örugg á stað. Hún læðist þarna upp vegginn. Nær ekki miðjunni í fyrstu tilraun. Nei. En samt fór bara vel af stað og Talía var 7. í undanúrslitunum þannig að þess vegna er hún hérna fyrst á ráslista svo að næsti keppandi var 5. og svo gengur að kolla þannig að síðasti keppandi til að koma í leið 1 var með flest stig í undankeppni. Það var aðeins nær í þessari tilraun. Já, er eitthvað svona dettur í hug sem að þú heldur hún þurfti að gera öðruvísi til að ná þessu eða er hún á réttri leið? Heldur? Ég held hún sé á réttri leið, ég held hún þurfi aðeins að hægja á hreyfingunni. Akkurat. Til að ná að halda. Já. Við sjáum hvað hún gerir. Já, næs. Já, öryggi. Sáum að hún var svona, tók svona stund að treysta fætinum sem hún var að fara að stíga á. Öryggi miðinn hana. Svo er þessar 2 fótfestir sem hægt er að velja á milli. Það
Hún velur efri. Já. Nice. Mjög öruggur toppur hjá henni. Já, mjög flott. Herðu, og núna, það eru 2 mínútur eftir að klukkunni hjá henni. En við þurfum að bíða þar til að klukkan telur niður og þá má næsti keppandi fara af stað. Þetta er allt staðlað, þannig að allir fái réttar hvíldir alls staðar. Þannig að þetta, já. Þetta fyrir allavega vel af stað. Hvað var þetta í 3. tilraun heldur? Já, þetta var 3. tilraun held ég. Já. Það var rauninni bara með leið og náði miðjunni þá var hann bara múin að ná toppnum. Sem við erum búin að sjá í keppninni hjá strákunum sáum við að toppurinn var alveg erfiður en hún náði honum bara í fyrstu tilraun. Akkurat. Og ég held svona, ég veit ekki, kannski af því að þau eru náttúrulega hávaxin, lágvaxin, allt það. Já. Þannig að kannski passa hann bara rosalega vel inn í toppinn. Já, eða það er búið að breyta honum eitthvað frá því áðan. Ég tók ekki eftir því hvað leiðasmiðir voru að gera í hlénu. En hún líka treysti bara fætinu strax og bara... Já, hún var ekki að hika þar. Hún var hika þarna í byrjun þegar var hann á leiðinni í miðjuna en ekki á leiðinni í toppinn. Það borgaði sig alveg að treysta honum. Algjörlega, mjög vel hrifað. Já, og það var mínúta eftir. Við hengdurum eftir framhaldinu. Og við sjáum þetta aðeins í leið nr. 2. Og við höfum eftir að sjá það eftir að það er aðeins annað tempó þar. Keppendur þurfa aðeins að hreyfa sér hraðar í þeirri leið. Svona róleg leið í byrjun. Já, báðar mikla nákvæmnisleiðir en á mismunandi hátt. Akkurat, já, nákvæmlega. Hvor leiðin heldur myndi henta þér persónulega betur? Ég held fyrir leiðin Já. Ég er mjög gaman að svona hægum leiðum, þar sem maður að vanda sig. Ég er sammála. Ég er samt lúmst gaman að því að reyna leiðir sem að reyna bara svolítið á því að hitta inn á hreyfinguna ekki endilega eins og þessi nr. 2 við munum sjá. Já. Það þarf auðvitað eitthvað styrk en það er líka svolítið að bara beita sér rétt. Já, hún virðist vera mjög skemmtileg Þá er skipti tíminn á milli hópa með umferðan. Og við fáum keppenda númer 2. Það er María Lilja sem er næst inn. Hún fer bara beint af stað, ekkert mál. Nice. Já. Smá hik þarna. Smá hik. Nice. Já, ekkert mál. Kannski best að nefna það að keppendur í U15 þau fengu beta myndbönd og eru búin að horfa á klifra leiðirnar. Þannig að þau eru með fullt af upplýsingum og þau megi að horfa hvert annað líka klifra. Það er almennt ekki þannig í svona úrslitaumferðum en glæsilegt hjá henni Maríu. Mjög flott. Við fáum að bíða aftur bara þetta fyrstu tilraun, ekkert mál. Það leit mjög vel út hjá henni. Já, örugt klifur, já. En já, ég var að segja að í þessum U15 flokki þá fá þau fullt af upplýsingum og myndbönd áður en að þau fara að klifra og það er almennt ekki þannig í öðrum flokkum. Þetta er svona gert aðeins auðveldara fyrir þau sem eru þetta er yngsti flokkurinn og þau fá smá hjálp. Einmitt. Getur munað miklu að vita hvað maður ætlar að gera áður maður fyrir að stað. Já, af því annars almennt þá er allan þegar við komum til dæmis í opin flokk og svoleiðis, þá er stór hluti að því að vera keppnisklifari er að vera góður eða góð í að lesa það sem er á veggnum og ákveða hvað það ætlar að gera. En þótt að þau séu með fullt af upplýsingum þá er samt megið ekki festast í því að gera bara það sem þau eru búin að sjá einhvern annan gera. Kannski er eitthvað annars sem að virka betur fyrir þau. Já, algjörlega. Bara mismunandi klifrarar eru með mismunandi styrkleika og þurfa þá að gera leiðirnar bara aðeins öðruvísi. Þannig maður þarf líka aðlaga leiðina að sjálfum sér. Akkurat. Og við erum í dag í Björkinni í Hafnarfirði og þessi flotti veggur er í eigu Klifurfélags Reykjavíkur og þetta er svona samvinnuverkefni að setja hann vegg upp hérna og bæta bæði aðstöðuna fyrir þau sem eru að æfa hérna í Björkinni en líka bara fyrir keppnisenuna á Íslandi. Þannig
Það er frábært að koma með þennan vegg hérna. Algjörlega, ótrúlega flottur veggur. Já. Og hann svona með áferð, ég veit ekki hvort það sáist í mynd, en hann svona grófur. Já. Þannig að það er hægt að stíga hann og íta í hann og svona. Einmitt, smá viðnám. Og það hefur hingað til hafa langflestir klífuveggir á Íslandi verið svolítið heimagerðir. Já. Og þá þessi áferð ekki til staðar. Þannig að þetta var svona, ég held að það hafi verið svolítið fyrsti veggurinn sem við vorum eitthvað með sem með áferð. Nú aðeins búið að bætast við reyndar. Já, það á Akureyri, Jú, þar einhver áferð. Komið flott klifur úr stangað. Nákvæmlega. Og síðan á morgun sunnudaginn 25. janúar þá byrja keppni í opnum flokki. Þú ert að keppa þar. Já, vissulega. Þannig að það er bara, ég held að það hafi aldrei verið jafn margir keppendur skráðir í báða flokka. Nei, þetta er rosa skráning sko. Já, kannski einn árið þegar kom stór hópur frá Noregi. Það er möguleika að það hafi verið fleiri. Já. En þetta er mjög flott skráning og flottir keppendur. Bæði íslensk keppendur okkar auðvitað, eins og kalla hérna. En líka bara, já, allir hópurinn og svo að koma flottir erlendi keppendur líka. Já, mjög spennandi. Það alveg held ég 20 stelpur og 18 í strákaflokk. Nei, það er 20 í báðum flokkum. Það? Já. Vá, geggjað. Við þurftum meira að breyta tímadagskránu fyrir undankeppnina af því það var svo mikið skráning, meira ykkur stið sko og bara algjört luxus vandamál. Já, mjög spennandi. Gaman að hafa smá fjölbreytni og alls konar klifara. Og svo verða úrslitin aftur hérna á mánudaginn og þá verður veisla. Já, það verður geðveikt. Heyrðu, já, þá Talía á leiðinni í leið nr. 2 og Oddný á leiðinni í leið 1. Þannig að núna sjáðu hvernig þið heyrið í salnum við byrja að hvetja áfram. Já, nú sjáðu hvernig þessi rúllandi umferð gengur fyrir sig. Það farið að bætast í á vegginn. Nice. Já, Oddný örugg í leið 1. Já, mjög róleg. Já. Og við sjáum hana hjá Talíu í leið nr. 2 aðeins meira verið kraftur og hopp sem þarf í þá hreyfingu. Oddný hikar aðeins á fætinum. Já, þetta eru 2 valmöguleikar. Góð tilraun. Já, nægur tími. Það er strax aftur á stað. Já, Talía reyna hana smá dýnamísk hreyfing. Já, hún að ná snerta miðjuna en hún þarf að ná að nota hana til að fá miðjustigið. Akkurat, þannig hún ekki fengið stig en sem komið fyrir miðjuna. Og ég held svona, já, þetta á réttri leið. Til þess að ná að halda í þetta grip í miðjunni, það hallar þannig og það er ekki mjög mikið að setja hendina inn í það, þannig að líkaminn þarf að koma nokkuð langt til hægri til að ná að halda í það grip. Einmitt. Og, Oddný nálægt þessu í þessum lokahreyfingu. Nú ætla Talía að prófa bara með báðar hendur. Oddný komin aftur í lokahreyfinguna. Verið strannaðan á fætinum. Já, erfið. Já, nægur tími samt 2 mínútur eftir. Já. Talía komin aftur á stað. Mikið nær. Já. Hún alveg frá að ná þessu miðju held ég. Já, þetta leit mjög vel út. Ég myndi veðja það sko. Tíminn bara hálfnaður, þannig að hún hefur nægan tíma. Já, ætli þetta sé skiptið það sem að Oddný nær toppnum. Já, spennandi að sjá. Já. Virðist vera aðeins öruggari í þetta skiptið. Já, og hikar aðeins og er að koma ná þessu. Hún var aðeins að hika þarna. Já. Spurning hvort að það hafi aðeins komið upp fyrir hún að halda í gripið hana. Já. Virðist vera að hausinn sé svolítið að stoppa hana í hreyfingunni. Sé ekki alveg að ná að treysta þessum fæti. Talía nær og nær að ná miðjunni. En já, þetta er hana einmitt þessi að treysta fætinum. Já, algjörlega. Oddný komin aftur upp.
þetta svona, hún þurfti bara smá tíma til að læra hvað hann ætlaði að gera þarna í þessari hreyfingu Talía. Frábært. Já, svona hreyfingar snúast mjög mikið það, að bara hitta inn í þær. Svona vanda sig þarna inn í hornið. Og Oddný, svo nálægt þessu. Alveg með þetta stelpan. Já, næs. Talía á góðri leið, fjólubláu. Já. Og lítill tími eftir, ætli Oddný nái. Já, Já, ekki. Koma. Svo tæft, svo nálægt. Jæja, þá að koma í fyrstu leið, leið nr. 1, Ronja Vignisdóttir og María Lilja þá í leið nr. 2. Ronja fer vel af stað. Vel af stað, örugg en róleg, bara tekur sér tíma, vandar sig. Og María prófaði hoppið, já. Lítur alveg vel út hjá henni. Svolítið svipað eins og þegar Talía var að prófa. Ég held að hún sé alveg að fara að ná þessu. Já, algjörlega. Já. Miðja komin hjá Ronju. Koma svo. Já. Næs, hún fer bara að róla í hreyfinguna. Já, treysti fætinum algjörlega. Mjög flott hjá henni. Heyrðu, nú ekki viss, var þetta í fyrstu tilraun hjá henni? Eða annarri? Ég held að það hafi verið fyrstu. Þetta hafi verið fyrsta tilraun. Hún var bara róleg, tók sér sinn tíma. Já. Var bara lengi á veggnum. Það getur oft bara verið lykillinn að svona jafnvægisleiðum að fara bara nógu hægt. Já, og vanda sig. Svo þýðir líka að maður fær ekki mjög margar tilraunir stundum, eða sérstaklega með að detta í toppnum. Það getur alveg, kosta smá. Já, heyrðu. Já, mikið nær. Mikið nær. Og nægutími, 2,5 mínútur eftir, það alveg hellingur. Já, heyrðu. Þetta næsta tilraun. Allt í góðu, 2 mínútur. Nægur tími. Og hún að taka framfærir í hverri tilraun. Þannig að hún nær og nær að ná þessu. Það svo nálægt. Hún Þeir finnst alltaf aðeins að hvíla sig og aðeins að karka. Sem getur mjög sniðugt. Já, algjörlega. Maður þarf alveg að hvíla smá milli tilrauna til að halda orkustiginu hái. Hún að grípa alveg neðsta gripið, en það virðist vera að betra grip sér aðeins ofar. Já. Líkamann svona aðeins frá veggnum. Ég velti fyrir mig hvort að hún þyrfti að koma líkamann aðeins nær veggnum þegar hún að reyna að grípa. Þá kemur hún aðeins ofar. Já, þarna, nákvæmlega. Glæsilegt. Næs. Og rólegi parturinn þar sem hún að vanda sig þarna inn í horninu. Aðeins óviss hvað hún að gera fæturna þarna. Já, og... Já. Næs. Já. Og við erum að sjá þetta sama hjá fleiri keppnum í dag, að það læðast smá í gegnum hornið, sko, það tekur smá tíma. Koma svo. Tími búinn. Þá
þá fórum við að fá að sjá þriðju leiðina og Emma er að koma inn í leið 1 og svo er það Oddný í leið 2 og Talía í leið 3. Og það er nú komið nóg að gera. Já, Emma fer örugg af stað. Já, kannski eitthvað aðeins að pæla í fótverðinni. Það er Oddný nálægt toppinu. Já, það er kannski að koma líka lengra til hægri. Til að ná að halda í þetta grip. Já, heyrðu. Emma er komin í lokahreyfinguna. Já, já, já. Já. Ótrúlega nálægt í. Já, já, þetta var bara fyrsta tilraun hjá Emmu. Nóðinni. Sýnist Talía eiga í smá erfiðleikum með leið númer 3 sem er líklega erfiðasta leiðin. Já. 3 eða 4. Þær eru báðar frekar erfiðar. Ég held að þær séu svona öðruvísi erfiðar. Hvíta er meira svona power leið, maður þarf að hafa mikinn kraft í öllum hreyfingunum. Já. En síðasta leiðin er mjög erfið tæknilega. Já. Þannig að það er svo fyrir að eftir styrkleikum keppenda. Emma teygir sig í toppinn. Já. Næs. Næsilegt. Og Oddný prófar að fara með báðar hendur í miðjuna. Já, næs. Flott, Talía. Góður hælkrökkur. Hún virtist ekki alveg ná að virka hælkrökkinn samt. Nei, einmitt. Ef hún hefði að virka hann, halda honum vel, þá gerst hún í gegn með þetta. Þetta er einmitt, þessi hvítu grip þau bjóða upp marga hælkröks og tákröks möguleika. Þannig að keppnin þurfa alveg aðeins að lesa og finna hvað hendar þeim. Já. Talía tekur bara góða hvíld. Tekur mikið orku þessi hvíta, þannig að hvíli vera á milli og það er bara mjög taktist hjá henni, mjög sniðugt. Já, ég held að það sé mjög mikilvægt í hvíta að hvíla vel. Já, ég held sko að Oddný þarf annarkvort að reyna að stoppa sig bara með hægri hendi eins og hún er að gera núna, ekki koma vinstri hendinni, eða þá að reyna að koma líkamlega lengra til hægri ef hún ætlar að grípa með vinstri hendi í miðuna. Já. Ég er búin að sjá báðar lausnir í dag í þessari hreyfingu, en ég hef ekki séð neitt með báðar hendur. Eða sérst, að grípa með báðar hendur það verður annarkvort að vera hægri eða vinstri. Já, ég hef ekki séð það að gerast, báðar hendur í einu sko. En kannski kannski nær hún sig. Það var geggjað. Þetta var mjög góð tilraun. Já. 1 mínúta eftir. Báðar að kalka vel. Já, þetta er líklegt til að vera eina af síðustu tilraununum. Oddný nálægt þessu. Ég er ekki viss að fara með báðar hendur sé að hjálpa henni. Nei. Hérna hvað? Jú. Hún nær þessu. Talía hleypur á stað líka. Flott, Oddný kom með stíginn hérna. Já, og fer bara mjög öruggir gegnum þessa miðju. Koma svo. Mjög góð tilraun. Mjög flott. Þá er að koma inn hjá okkur Embla Sól í leið 1. Við erum með Ronju í leið 2 og Maríu í leið 3. Og Embla Sól var stigahæst upp úr undanúrslitunum. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig henni gengur. Og hún er líka þá síðasti keppandi í leið nummer 1. Flott, Maríu gengur vel hérna í hvítu leiðinni. Aðeins, já, hún var eitthvað, ég var ekki viss hvort hún var að koma fyrir tá eða hæl þarna.
Og, Heyrðu, heyrðu. Embla nálægt því að toppa í fyrstu tilraun. Ronja, mér finnst henni ganga vel í þessar hreyfingu. Þetta er örugglega erfitt að ná henni í fyrstu tilraun og þarf kannski smá, já, nokkur tilraun að finna út fyrir henni. Það missir hún teipið sitt. Og María, flott, misti hælinn. Það leit mjög vel út. Mjög vel út. Já, Ronja er alltaf nær og nær. Hún fullt af tíma eftir, hún mun líka ná þessari miðju. Já, já. Þá er Embla farin aftur á stað í leið nr. 1 og Ronja er alltaf nær og nær þessu. Maður er reynd að fara áfram með hægri hendina og ekki með hælkrökinn. Það þarf ansi mikinn axlastyrk til að halda þeirri stöðu. Já, algjörlega. Þannig að... Herðu, næs. Já. Hoppur. Ennþá nægur tími. Örugg í miðjunni. Og það virðist vera erfiðasta hreyfingin í þessari fjólubláu að komast í næst síðasta gripið. Þetta er frekar langt og gripið er sleift. Það er spennandi að sjá hvað hann gerir. Það er hreint. María fer áfram. Við erum aðeins að díla smá tæknilega erfiðleika en afsakið það ef að dettum eitthvað út. Æja, Ronja komin aftur í hreyfinguna. Og María, já, komin líka á stað. Sjáum hvort að... Mjög nálægt. Svo nálægt, Ronja mjög nálægt þessu. Fáum við fyrsta keppanda í leið nr. 4. Það er Talía. Svo höfum við Oddný í leið 3 og Emmu í leið 2. Þetta er, já, spennandi leið nr. 4. Hún er smá flókin. Það er ekki mikið af grimmi, þetta er eiginlega bara voljum eða kassar. Þannig að það er smá erfitt að lesa hvað á að gera. Það er svo margir valmöguleikar með svona kassa, hvað er best að grípa og svoleiðis, þannig að þau þurfa að finna út af því á leiðinu. Já, og þau eru alltaf búin að sjá myndband af einhverjum klifraleiðina og búin að sjá þeirra keppendur kannski klifra fyrir dag. En það er einmitt að finna staðinn til þess að grípa í. Það getur alveg verið smá, tekið smá stund. Já, Emma nálægt. Mjög nálægt að ná miðjunni í leið nr. 2. Oddný er í þriðju leiðinni sem að er svona power leið, tekur mikla orku, þannig að hún tekur góða pásu þarna. Talía komin aftur á stað. Rennur af. Já, já, góð miðja hjá Emmu. Virðist mjög örugg. Glæsilegt. Jæja, Emma á leiðinni í þess að loka. Jæja. Næs. Fullt af tíma eftir. Já, nægur tími, mjög góð tilraun.
gerir Talía. Já. Nei. Hún er farin að líta á fingurnar á sér og það eru búin að klifra mikið á þessu móti þannig að það er örugglega þunnt skinnið og þurfa mikið viðnám í þessa leið þannig að já, þetta og kannski líka bara sveitt skinn. Það eru búin að hreyfa svo mikið. Einmitt. Hver skipt sem maður rennur að, það fer aðeins meira af skinninu, þannig að Já, hún er grípin fingur. Ég held hún sé að fara að biðja teip. Það gæti verið að sé að fara að blæða eða við það að fara í gegn. Já, næs. Emma er komin aftur í miðjuna. Já. Spennandi að sjá hvort við fáum fyrsta toppinn í fjólblái. Já. Koma svo. Mjög góð tilraun. Mjög flott tilraun hjá Emmu. Og hún á allavega eina tilraun eftir. Já. Og Oddný finna útrug hvaða hælkraka og tákraka hún á að nota. En það er alveg mikið í boði þarna. Já, þetta er ekki eitthvað eitt sem er endilega að fara að virka fyrir allir. Og nú Talía er að koma aftur, hún er búin að fá smá teip. Það er mjög algengt á svona mótum að keppendur þurfi teip þegar komið á þennan stað í úrslitunum. Já, Emma er komin í hreyfinguna aftur. Talía er komin langt. Já, heyrðu. Ég sá ekki alveg, sko, ég er ekki alveg viss, kannski snert hún miðjuna, en það er ekki nóg, hún þarf að nota hana til að fá stigin. Hún fer beint aftur af stað. Já, 20 sekundur. Nálægt þessu. Já. Æja, og Emma, smá stund í toppinn, æja. Góð tilraun. Mjög góð tilraun. Það var hart barist í þessari umferð. Já. Æsi spennandi. Já, þá er Embla í leið 2, Ronja í 3 og María í leið 4. Já, María fer fyrst af stað. Já. Já, heyrðu. Glæsileg. Nei. Næs. Embla næri svo bara í annarri tilraun. Í miðuna, ætlum við sjáum topp í leið 2 núna. Nálægt í. Þetta var fyrsta tilraun hjá henni, eða ekki? Nei, önnur tilraun. Það meðan 3 mínútur eftir á klukkunni, þannig að hún hefur hellingstíma í þetta. María, mér finnst hún vera að komast nokkuð langt líka í fjórðuleiðinni. Já, verður spennandi að sjá hvort þið fá miðju í hvítu. Já. Enginn búinn að ná henni hingað til. Nei. Og bara ein miðja í karlaflokki áðan. Já. Þannig að... Og það var smá breyting á milli flokka reyndar. Þetta er ekki sama alveg leið, það eru sömu hreyfingar, en það eru örlitlar breytingar. Já, Embla örugg. Mjög flott. Já. Og hún var alveg mjög mikið að stigum í undankeppni. Þannig kemur kannski ekki óvart að hann sé ganga líka vel núna. Nei, alls ekki. Herðu, glæsileg Ronja, sterk. Reynda hvað var þarna áfram í axlarhreyfinguna. Ég held að hún þurfa að finna þarna einhvern hæglega tákrugg til að hjálpa sér aðeins. Já, algjörlega. Maður þarf að vera rosalega sterkur í öxlunum ef maður ætlar að halda þessu svona. Akkurat. Og það eyðir mikil orku. Þannig að það er sniður að ná hæglega tá einhvers staðar. Það eru tæplega 2 mínútur eftir, þannig að það er Ronja kíkir á puttana. Spurning hvort hún sé að fara að teipa. Nei. María farin af stað.
vantar eitthvað smá upp að halda spenninu til að ná hérna upp í vinstri hendina hjá Maríu í leið nr. 4. En hún samt alveg nálægt finnst mér. Já. Hún hefur ennþá mínútu, aðeins yfir mínútu. Þannig að spennandi að sjá hvað hún gerir. Halda spennunni að já Vanja fer aftur af stað. Já. Þetta síðasta tilraun. Hún fer af stað. Koma svo María. Jæja. Jæja, þá það Emma í 3. og Oddný í 4. Fara strax af stað. Maður rennur hann af. Já. Það líka kíkja á skinnið. Já. Það örugglega þunnt. Ég vil ekki segja að busta mikið leið nr. 4. Gæti verið sniðugt að busta hana nokkuð vel af því að þau eru hann ansi skítug gripinn og gæti borga sig. En það alveg augljóst að þessar síðustu 2 eru lang erfiðastu leiðirnar í dag. Akkurat, já. Ég held að séu svona líkamlega erfiðastar. Já. Af því að leið nr. 2 var svolítið að hitta inn á hreyfinguna og leið nr. 1 var svolítið treysta. Já. En svo þessar aðeins meira líkamlegar. En þetta sniðugt að byrja í rólegu leiðinum sem eða minni orku og... Já, það alveg rétt. Og ég held sko í karlaflokknum í U15 þá voru þeirra svona þeir sem voru að ná svolítið áfram, þeir voru svolítið að reyna að setjast á hægri fótinn og mjaka sem er til hægri. Ég hef ekki séð stelpurnar að gera það núna. Þannig að það gæti verið að missa þess af því. Já, koma líka lengra til hægri. Koma svo. Já. Og mér finnst að vera að teipa fingurnar á Emmu. Tekur smá pásu. Oddný fyrir að busta. Já, ég held að það sé bara mjög sniðugt. Bustar bara fótinn. Já, það örlítið grip þarna á byrjunargripin allavega. Kannski finnst henni bara það vera nóg gott. Þau ekki að busta það, það geta alveg. Nei, heyrðu, hún Kemur Emma. Nice. Já. Aftur, jú, Þú vera aðeins að hugsa. Hún var komin vel á veginn núna, Oddný. Emma komin aftur. Emma reynir að halda axlarhreyfingunni og ekki með hælkrukka eða tákrukka þarna. Hún virðist samt ekki að vera mjög langt frá því. Nei. En þetta mjög orkukræf hreyfing ef maður framkvæmar hana svona. Já. Og það líka bara mikið styrk til að ná að halda henni. Já, algjörlega. Hún virðist vera að fá meira teip. Já,
En þessi gripur mjög gróf og rífa svolítið í skinnið þegar maður dettur á þeim. Akkurat. Það er spurning hvort voru það fleiri puttar sem þurfti teip eða þurfti að endurnýja teipið. Já, spurning. Strax. Það er spurning. Hún er komin aftur, hleypur stað. Já, Árný komin vel af stað. Já. Já, hún er ekki að færa líkamann setjast á hægri fótinn. Og aftur fer Emma í teip. Já. Nei, þetta er bara alveg góð. Jæja. Þá fáum við Ronju í leið 3 og Ronju í leið 4 og Emblu í leið 3. Smá speklara. Já. Nice. Glæsilegt. Ronja er komin mjög vel af stað. Spurning hvort við fáum miðju. Mjög flott tilraun hjá Ronju. Og fullt af tíma eftir. Já, nægur tími. Ég held að hún taki miðjuna. Já, ég held það líka. Að þetta er svona smá að finna út úr púsluspilinu hvert líkaminn á að fara þarna á milli. Það var mjög fljót að koma svona langt, þá held ég að hún taki þessa miðja á 3 mínútum algjörlega. Og Embla í smá vandræðum við að ná kantinum. Ronja komin aftur á stað, finnur ekki alveg gripið. Já, þarna. Flott Embla, koma svo. Nær góðum tákrók. Já. Hún reynir axlarhreyfinguna. Já. Það er rosalega erfitt. Það er það. Hún er eitthvað að taka teip á puttunum, það er kannski endurgera teipið, það er möguleiki. Þessi hvíta virðist vera að rífa mikið í, það eru allir í teipi í henni. Já. Það er líka spurning hversu mikið skinn gripið í leið númer 2 tók. Já, einmitt. Já. Nice, Aftur komin af stað, pressa sig upp. Já. Flott Ronja. Nice. Og Embla að leggja af stað. Já. Ég held að mögulega sé Ronja með líkamann aðeins langt til vinstri. Já. Hún þarf að færa þyngdarmiðjuna aðeins lengra til hægri. Já. Og Embla er að ströggla að finna fætur. Heyrðu. Sterk er hún. Vá. Mjög góð tilraun hjá Emblu. Ein tilraun er viðbót hjá henni og þá á hún sérstaklega á miðjunni ef hún hefur einhver orku eftir. Já. Hefði mögulega verið sneitt að hvíla aðeins, þannig sjáum hvað gerist. Já. Já, báðar á leiðinni í líklegast síðustu tilraunu. Já, það er mjög líklegt. Já, næs. Já, glæsilegt. Ronja heldur áfram í... Nei, þetta var strambið. Já. Það er lítið skinn eftir, þetta er orðið ansi svolítið heldur. Og þetta
Það kom inn svolítið þreyta líka þegar maður kom inn í 4. leiðina. Já, akkurat. Já, það fái Emmu í leið 4. Já. Hún þá næst síðust. Hún var komin með fullt af teipi á puttana í leið 3. Spurning hversu aðgengilegir þessir kassar verða fyrir hana. Já. Já. Herðu, þeim mjög vel á stað. Mjög vel á stað. Virðist hafa lesið leiðina vel. Aftur, hún mögulega svolítið mikið til vinstri þarna með líkamann til að ná að færa sig yfir sem til í miðjuna. Það í rauninni ekkert grip á þessum kassa sem hún er að grípa í hérna vinstri kassanum. Það svolítið að vefja hendin utan hornið og vera nálægt veggnum. Það svolítið mikið lykillinn að þessari hreyfingu að beita líkamanum rétt og vera með þyngdina frá kassanum til að ná góðu gripi. Einmitt, já, ég held að þetta sé líklegra. Að fara ekki með hægri hendina heldur vinstri. Það leit mjög vel út. Já, hún mætt í teipun. En hefur alveg hellings tíma eftir. Já, nægur tími. Jæja. Hún það býður, já, tilbúin að fara aftur af stað nýteipið. Ég held að þetta að fara hérna upp með vinstri hendina sé bara það sem hún á að gera. Já, þessu saman, hún svolítið lag bara af gripinu og biður meira teip og þá það hinn hendin. Já, sjáum að skinnið aðeins að trufla hana. Já, og þetta rosalega erfið leið til að klifra þegar þú ert ekki með skinn. Algjörlega. Og að teipið á puttunum gefur manni aðeins minna til að vinna með. Það aðeins erfiðar að grípa í grip með teipinu á. Já. Þannig að bæði minna viðnám og svo getur maður líka byrjað hérna ef að teipið ekki alveg nógu hert að þá getur maður byrjað að hreyfast í teipinu. Já, það getur runnið bara af puttunum. Það 1,5 mínúta. Hún heldur áfram. Já, fyrir aftur á stað. Já. Koma svo. Mínúta eftir að klukkunni. Virðist ekki vera að ná alveg inn á hann. Nei, ég held hún ætti að taka bara eina góða tilraun í viðbót, hvíla ágætlega núna og svo ein tilraun. En hún fer af stað. 40 sekúndur á klukkunni. Spurning hvort hún fari, já, hún fer aftur. Já, þetta síðasta leiðin, hún hefur engu að tapa að reyna einu sinni viðbót. Það vantar bara eitthvað sentimetra upp á það. Já. Akkurat. Og núna þá fara bara dómarar að vinna sín störf og fara yfir úrslitin. Ég held að, Embla á eftir, afsakið, það bara... Einn keppandi eftir. Einn keppandi eftir, en ég held sko út frá stigunum, þá Embla líkleg ekki að fara að vinna, að hún eina með toppinn í fjólublaði, en ég ekki viss með stöðuna á hver í öðru eða þriðja sæti. Nei, það voru nokkrar sem toppuðu í fyrstu leiðina. Já. Svo bara spurning held ég með tilraunir. Já, og marga miðjur í leið nr. 2. Já. Og þannig að þá það líklega bara tilraunir sem að fara að, skipta milli.
stað. Já. Hún komin með miðjun allavega, það klárt mál. Já, fyrsta miðjan á leið 4 og 3 mínútur eftir að klukkunni. Kannski fáum við loksins toppa þessa leið. Já, það væri mjög spennandi. Hún fer bara beint á stað, hún tekur ekki hvíld þarna á milli neitt. Já, næs. Já, vantar eitthvað örlítið upp á pressuna þarna. Spurning hvort hún ætti að taka bara, byrja að busta, smá pása. Aðeins að safna kröftum. Og líka sko, hún bara að klifra það mikið að og þessi leið, hún það þarf að halda svo mikið spennu allan tíman í henni. Já, svo endirinn alls ekki gefins, það alveg langt í síðasta gripið. Já. Það spennandi að sjá hvernig fyrir að leysa það. Já, heldur pressuna þarna áfram og svo smá jafnvægiskunst. Hvað heldur að segja sem að vanti upp á þarna? Ert þú með eitthvað hugmynd það? Sko, mér finnst vinstri hendin vera að trufla hana. Hún þyrfti að ná að snúa henni aðeins en ná bara að treysta sér í að pressa í hana líka. Já. Þegar hægri hendin alveg á góðum stað. Já, koma svo. Já. Nei, halda áfram, koma svo. Ok, mínúta og 10 sekúndur. Spurning að fara beint aftur? Já, smá kall kannski. Kannski bara með svo frábært skinn og það ekki kall. Já, hver veit? Það mjög persónubundið hversu mikið fólk svitnar á lóðunum. Kannski hún eina af þessum hefnu. Það svitnar ekki mikið á lóðunum. Það ekki sé hana mikið kallkassa í dag. Nei, hún ekki komin einn teip heldur. Jú, kannski eitthvað maður. Já. Hún hún með eitthvað að teipum hana. Það kannski máli, hún kannski með svo mikið að teipum að kalki myndi ekki segja neitt mikið. Nei, mögulega síðasta tilraunin. Virðist vera orðin þreytt. Já. Núna. Núna síðasti keppandi búinn að klifra. Og við leyfum bara dómurum að fara yfir niðurstöðnar og við ætlum bara að kveðja hérna í streyminu og birtu síðan niðurstöður síðast. Takk fyrir að fylgjast með. Takk fyrir okkur.